Við erum með hér í pallborði hóp, það eru þetta þingmenn og fólk sem hefur látið sér þessi mál varða. Það er náttúrulega ýmislegt sem að spurningar í kringum þetta og ég til dæmis hérna með plagg sem að við fengum frá henni Elvíru Pinedo Evrópurétt og vernd skuldara á Íslandi og það sem að því haldið fram samkvæmt hennar áliti sem lögfræðingur að skuldarar njóti mjög lítillar verndar á Íslandi miðað við það sem gengur og gerir lítillar verndar á Íslandi miðað við það sem gengur og gerist í Evrópu og það sem Evrópurétturinn til. En ég ætla að byrja, nú reglan svo að hvert ykkar hefur ekki nema 90 sekúndur. Ég veit að það er lítið, en þið fáið ekki meiri tíma, þetta er tímamælt, því ég vil líka koma salnum hérna og gefa honum færa á að spyrja fólk. Þannig að við byrjum bara hérna á Gísla Tryggvasyni, talsmanni neytenda. 90 sekúndur Gísli, ég held að þú var aldrei stallað svo stutt á æfiðinni. Halló. Jú, ég hef oft talað svona stutt, ég er í svo stóru systkinahópi. Ég ætla nú fyrst að fagna því að Steingrímur mælti þau orð, ráðherra efnahagsmála, að fjármagni veri oft tryggt. Svo vil ég fagna því að þeir voru sammála það, Steingrímur og Pétur Blöndal þingmaður, að það þyrfti að gera eitthvað sérstaklega fyrir þann hóp sem að keypti húsnæði fyrir hrun. Pétur Blöndal hóf talninguna frá 2004 og Steingrímur talaði upp úr aldamótum. Sjálfur vil ég greina á milli síðan tveggja atriða varðandi verðtrygginguna. Annars vegar það efnið, stenst það, sanngirnisreglur, jafnvel lagareglur sem við höfum búið við í 25 ár, að annar aðilinn, sá sem að stendur við einhverja vígi, beri alla áhættuna af þessari óvissu sem verðbólgan á Íslandi. Það finnst mér hæpið. Hins vegar það formið og það er það sem að hagsmunasamtökin eru að reyna á núna. Það er að segja, stenst það formreglur Evrópuréttar að upplýsa neytandann ekki árlega hlutfallstölu kostnaðar. Nú að lokum vil ég segja, Pétur Blöndal sagðist vera á móti verðtryggingu og kom mér nú heldur á óvart með því. Ég er sem að koma ykkur á óvart líka, því að þó að ég hafi nú efast réttmæti verðtryggingar í minnst 7 ár, að þá skal ég vera með verðtryggingu, bara ef hún er inni í vöxtunum. Ef verðtrygging er inni í vöxtunum, þannig að sterkari aðilinn sem á fjármagnið standi að samningum með gegnsæi og samkeppnissjónum með leiðarljósi, þá erum við í góðum málum. Búið Gísli. Takk. Þá er það Vilhjálmur Ríkisson og hann verðfræðisfélags Akraness sem tekur mál. Já, ekki verið að taka tíma strax. Heyrðu, það er mikið að segja, en ég ætla bara að byrja á því að segja að verkefnisfélag Akraness er að höfða mál núna fyrir dómstólum og það er með öðrum hætti heldur en að hagsmunasamtökin að gera. Við ætlum að láta reyna á ólögmæti verðtryggingar samkvæmt lögum verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 og tilskipun Evrópuréttar, svokallaðar MiFID-reglur. Ég ætla að láta þetta duga. Spurjið mig frekar þetta eftir, en ég verð að fá að svara vinum mínum Pétri Blöndal varðandi þessa frábæru lífeyrissjóði sem við eigum. Í fyrsta lagi langar maður að upplýsa Pétur það að það er búið að skerða lífeyrisréttindi á hinum almenna vinnumarkaði frá hruni 130 milljarða. 130 milljarða frá hruni er búið að skerða lífeyrisréttindi hjá fólks innan ASÍ. Á sama tíma er engin skerðing náttúrulega hjá opinberum starfsmönnum og þar á meðal hans lífeyrir. Ég vil líka upplýsa Pétur það að meðal lífeyrir til sjóðsfélaga innan ASÍ í dag er einungis rétt rúmar 70.000 krónur og hjá konum er þetta 43.000 krónur. Þetta kemur allt fram í skýrslu sem að Fjármálaeftirlitið gerði og kynnti daginn. Þetta er nú þessi glæsilegi lífeyrissjóður sem við eigum og lífeyrissjóðskerfin okkar vantar 700 milljarða til þess að geta staðið við sína skuldbindingar og þar af er LSR með 550 milljarða neikvæða tryggingafræðilega stöðu. Lífeyrissjóður innan ASÍ vantar 100 milljarða. En við eigum eftir að fá skellinn varðandi lífeyrissjóð opinberra starfsmanna beint í andið. Takk fyrir Vilhjálmur.
Þetta á Vilhjálmur heiðurskilið, hann átti þetta svo sannarlega skilið. Ég ætla bara að byrja almennt, það mjög stutt varðandi stefnu Framsóknarflokksins varðandi verðtrygginguna. Það að við okkar markmið að afnema hana og fjölga valkostum varðandi óverðtryggð lán. Við teljum líka að þurfa að endurskoða lífeyrissjóðakerfið. Stutt eftir ég kom fyrst inn á þing, þá var eitt af mína fyrstu málum var verðtryggingafrumvarp það að setja þak á hækkun verðbóta og svo hugmynd kom frá hagsmunasamtök heimilanna, þannig að þau náttúrulega svo sannarlega heiðurskilið, þannig að klappum fyrir þeim núna líka fyrir þess að Því frumvarpi var til verðtryggingarnefndin svokölluð sem ég var formaður í. Það var fjöldi náttúrulega tillögum sem kom úr þeirri vinnu. Eitthvað því hefur þegar verið löglegt, þar á meðal það að Íbúðalánasjóður má nú veita óverðtryggð lán. Við í þingflokki Framsóknarmanna erum núna með annað frumvarp inn í þinginu og fyrrverandi fjármálaráðherra fór aðeins í gegnum nokkrar þær tillögur sem eru þar, meðal annars að setja þakið sem þeir eru að skoða. Þar kemur líka fram að það eru til dómafordæmi það að setja þak á hækkun verðbóta frá Hæstarétti og það eru líka til dómafordæmi það að breyta samsetningu vísitölunar. Alþingi heimilt að breyta samsetningunni. Þar eru við líka með ákvæðum það að neytendur verði heimilt að breyta verðtryggðum lánum í óverðtryggð, að fjármálafyrirtækjum verði ekki gert kleift að græða verðbólgu eins og núna. Við viljum að ávöxtunarkrafa lífeyrissjóðanna verði endurskoðuð og síðan þarf að sjálfsögðu að setja miklu betri reglur hvað varðar efnahagsstjórnunina eða hið svokölluðu þjóðhagsvarúðartæki. Þannig að ég fæ að fara í gegnum það síðar í dag. Takk Eygló. Takk fyrir það Egill og þakka hagsmunasamtökunum fyrir að bjóða mér hingað. Ég held að það sé sjálfsagt að láta reyna á þetta álitaefni fyrir dómi. Ég er ekki lögfræðingur en ég hef þá siðferðilegu afstöðu að kerfið hafi platað fólk til þess að taka verðtryggð lán þar sem að sérfræðingarnir og hið opinbera sem eiga að gæta almennings hafa upplýst lántöku ýmist með 2,5% forsendum verðbólgu eða 0% forsendum og það eru einfaldlega rangar upplýsingar og menn vita það. Ég fékk viðskiptamálin inn í efnahags- og skattanefndina til mín síðasta vetur sem að síðan heitir efnahags- og viðskiptanefnd og þá fengum við neytendalánafrumvarpið þangað inn og ég tel að í því þurfum við að hnykkja mjög rækilega á upplýsingaskyldu verðtryggð lán. Ég gekk þá lengra, við fengum velvilju til þess að koma með umsögn í því og sjálfur lýsti ég þá skoðunum sem gengur nú nokkuð lengra heldur en hér var lýst áðan sem að voru þær að það ætti að birta lántakendum sögulega verðbólgu á Íslandi og ég lofaði ykkur því að hún hærri en 6% eða verðbólgu til jafnlengdar aftur í tíman eins og þeir verða að taka lán fram í tíman og ég treysti því að það mál fái góða afgreiðslu í þinginu. Stefna ríkisstjórnarinnar svo að draga úr vægi verðtryggingarinnar. Bankarnir bjóða nú óverðtryggð lán, Íbúðalánasjóður á að gera það núna og við vonuðumst til þess að sá áfangi næðist núna í haust. Íbúðalánasjóður þyrfti líka að geta boðið fólki að fara úr verðtryggðum lánum yfir í óverðtryggð en að lokum ég segja að sjálfur hef ég nokkuð róttækari skoðanir á verðtryggingu en þetta. Takk fyrir Tryggvadóttir sem einhvers staðar mitt á milli hreyfingarinnar og dögunar eða eitthvað? Jú, einhvers staðar þar á milli. Ég meira bara þakka fyrir þennan fund. Það er gott að vera komin aftur á svona fjölmennan og öflugan fund. Hér var haldinn fundur 16. febrúar árið 2009 í þessu húsi og þar var maður sem hét Steingrímur Sigfússon og var fjármálaráðherra í minnihlutastjórn og á þessum fundi sagði hann að það væri ráð að afnáma verðtrygginguna leið og verðbólgan færi niður. Hún var þá 18%, síðan þá hefur hún lægst verið 1,8%. Ég spyr, ekki kominn tími til þess að aflétta þessu neyðarástandi eins og Guðmundur orðaði það? Ef ekki núna, hvenær er að gera þetta? Þetta er mannanna verk, þetta er verðtryggingin og íslensk húsnæðislán almennt. Þau eru óréttlát, þau eru ósanngjörn, hugsanlega eru þau ólögleg og við verðum
verðum að breyta þessu. Það er það. Þá höfum við Guðmund Steingrímsson úr Bjartri framtíð. Já, takk kærlega fyrir fundinn. Mér finnst mjög nauðsynlegt að ræða verðtrygginguna. Það skilgreinir svona bjarta framtíð í mínum huga ef við myndum ná einhvern tímann og helst mjög fljótlega að búa til þannig samfélag á Íslandi að við gætum tiltölulega áhættulaust tekið húsnæðislán á svona 3–5% föstum óverðtryggðum vöxtum. Og ég ekkert að miða við neinu útapísk samfélög í þessu, ég bara miða við nágrannaþjóðir okkar. Danmörku og aðra þjóðir. Og mér finnst þetta vera verkefnið sem við verðum öll að reyna að ná svona saman að standa saman að leysa. Og það sem fer mest í taugarnar á mér við verðtrygginguna er að hún endurspeglar að sumu leyti vissa uppgjöf í þessu verkefni. Við verðum að losna við verðbólgusamfélagið og sveiflusamfélagið og ég held að það sé fíll í þessu herbyggi sem krónan. Hún hefur fallið að verðgildi alveg frá upphafi 99,5% að ég held. Hún veldur verðbólgu og hún veldur því að menn grípi til þess ráðs að taka upp verðtryggingu. En við höfum að sameinast þetta markmið að búa hérna til stöðugt samfélag án verðbólgu, án svona mikillar verðbólgu, án sveiflna, það sem við þurfum ekki. Við þurfum aldrei aftur að hafa verðtryggingu. Já, hér sá síðasti sem í platforminu. Það Jón K.R. Arnarsson frá Samstöðu. Já, takk fyrir að koma hérna svona mörg og takk fyrir að fá að tala þetta. Og í hruninu þá gerðist það, eins og gerist í slíkum atburðum, að þá rýrna allar eignir. Laun lækka, íbúðaverð lækkar, verð á hlutabréfum lækkar. En það sem að gerðist að hér var verðtrygging og sama hvað taupað og raunlaði þá skyldi láninu vera verðtryggð og ekki rýrna og bera raun ávöxtun. Þetta var það sem að á fínu máli kallað að það hafa orðið ójafnvægi í efnahagslífinu, en á mannamáli þýðir það þetta kallaði hörmungar yfir þúsundir heimila. Og verkefnið er að finna að leysa þau mál. Ríkisstjórnin hefur því miður ekki gert nóg í því og rauninni með einni undantekningu þá það sem hún hefur gert. Oftast verið miðuð að hagsmunum bankana og fjármálastofnana. Þessi eina undantekning var hækkun á sérstöku vaxtabótum. Það ber að þakka ríkisstjórninni fyrir það, en ágætt að minna á það líka að samkvæmt núverandi fjárlagafrumvarpi að þá stendur til að afnema þessar sérstöku vaxtabætur. Verðtryggingin, hún þarf að fara og eins og Guðmundur Steingrímsson segir, þá þarf að ná sátt lægri vexti. En það sem kannski meinið er það að það kom vel fram hér hjá bæði hjá Steingrími og Pétri að það litið á það sem algjöra forsendu í þjóðfélaginu að það skuli vera raun ávöxtun á lánum. Sú alls ekki raunin víðast hvar í öðru löndum þá bregðast menn við kreppu með því að tímabundið er neikvæð raun ávöxtun og það er það sem klikkar. Fundaráliti, ég ætla að lesa hana fyrir ykkur, þeir leggja fram hérna fundaráliti Þórður Björn Sigurðsson, Andri Ólafsdóttir, Sturla H. Jónsson og Ámundur Loftsson og hún hljómar svo. Ég ætla að bera hann undir atkvæði í lok fundarins, ég ætla að kynna ykkur hana núna. Almennafundur í Háskólabíói 13. nóvember 2012 krefst þess að Alþingi tryggi tafarlaust afnám verðtryggingar á lánsfé og að gildandi lög um neytendavernd séu virt. Þetta ber ég hér undir atkvæði í lok fundarins. En við